Þótt mörg fyrirtæki hafa orðið undir í bankahruninu þá hafa líka all nokkur verið stofnuð. Matstofan Rétturinn við aðalgötu bæjarins í Keflavík er eitt þeirra. Eigandinn er þekktur knattspyrnudómari í efstu deild og hann sá glöfu á veitingamarkaðnum í Bítlabænum. Núna er Rétturinn einn vinsælasti staðurinn á svæðinu og á matselunum eru margir góðir réttir. Fiskur og lambakjöt, kjúklingur og pörusteik, ýmist borðað á staðnum eða tekið heim. 2009 þá var ég að gangi í gegnum breytingar og var í rauninni atvinnulaus, þannig að ég ákvaði bara að skella mér í þetta ásamt félaga mínum sem stofnum þetta fyrirtæki og hann var með mér fyrsta 1,5 árið en síðan tók ég alveg við þessu og er búinn að starfrækja þetta í 4 ár. Og maður spyr svona, hvernig gengur? Það gengur mjög vel, þú sér að það er nóg að gera hérna, alveg svona er þetta yfirleitt alla dag og fólk hefur tekið þessu opnum örmum og ég er gríðarlega ánægður með þetta. Einhver einn réttur sem er vinsælastur? Ég myndi segja bara svona dagstaglega þá eru fiskréttirnir alveg gríðarlega vinsælir, svona oppbakaður fiskur, góður. Það er alltaf hittir yfirleitt beint í mark hjá mönnum. Fólk kemur hérna og borðar á staðnum en það er líka mjög vinsælt að taka með sér heim. Já, vinnustaðinn. Það er það sko, það í rauninni er meira tekið út að mat heldur en borða hérna í salnum og við keyrum einnig líka út í fyrirtæki en ég myndi segja að þetta er svona bara í bland sko. Er þetta þá í bland við dómgæsluna hjá þau líka? Þú ert nú að dæma í knattspyrnunni í efstu deild búin að gera í mörg ár. Hvað er að frétta af því? Heyrðu, þetta er góð punktur. Náttúrulega þegar ég stofnaði þetta fyrirtæki þá reyndi ég svolítið að sjóða þetta saman í kringum dómgæsluna að geta unnið á virkum dögum, verið frí á kvöldin og helgar til þess að sinna mínu áhuga máli sem er dómgæslan. Hefur það gengið eftir? Já, algjörlega. Það fær engin rauðarspjaldi hérna inni? Nei. Bara þeir sem mæta ekki? Þeir sem mæta ekki, þeir fá rauðarspjaldi. Svo oft vil verða á matsölustöðum myndast oft hópar sem koma reglulega. Eitt þeirra er Kótilettuklúbburinn með Ellert Eiríksson fyrrverandi bæjarstjóra í Keflavík og Reykjanesbæ í fararbroddi ásamt fleirum. Lambakótilettur í raspi þykja lostæti og eru alltaf á boðstólum eins og nafn klúbbsins bera með sér. En hvernig varð hann til? Ég held að það tengist þessum veitingastað réttinum Halla og Magga þegar þeir byrjuðu þá ákváðum við það kannski að ræða stjórnmálin og svo var að tala um það að páfinn og hættur og síðan skoðanakannur og íhaldi kemur inn út úr skoðanakönnunum og það er svona mjög mörg þjóðþrifamál sem við tökum til meðferðar. Hér vantar einn meðlim í þennan klúbb sem er nú dálítið slæmur með að mæta, það er Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri á Siglufirði og hann virðist ekki vilja mæta sko, þetta er dálítið langt fyrir að fara kallið, þannig að hann kemur svona einu sinni á ári.